Þú ert heilagur, þú ert hátt upphafinn, Jesús. Við lofum þig, Guð, við lofum þig, Faðir. Lyftum upp þínu nafni, Jesús, Faðir, þökkum við fyrir nærveru þína sem hér, drottinn Jesús. Þökkum við fyrir, Abba, Faðir, að þú ert hér á meðal okkar. Og ég þakka þér fyrir, við skulum bara setjum hendurna bara upp í loftið þar sem við erum og bara, Faðir, við þökkum við fyrir, drottinn. Við þökkum við fyrir nærveru þína sem hér. Við þökkum við fyrir múrana sem brotna niður hér í kvöld, drottinn Jesús. Við þökkum við fyrir hlekkina, drottinn Jesús, sem brotna hér í kvöld. Við þökkum við, Faðir, að þegar við köllum þig Abba, Faðir, þá erum við Guðs börn. Veit að Guð ætlar að setja einhvern frjálsan, setja marga frjálsa hérna í kvöld. Guð ætlar að leysa fólk. Sko, ég sé bara gleðina smurningu sullast hérna allt og ég sé bara hvernig gleði drottins mun verða hérna yfir alla salin og hér inni fólk sem að berjast við þunglindi en ég með gleði frétti fyrir í dag. Í dag nýr dagur í þínu lífi. Í dag dagurinn þar sem að þú öðlast frelsi. Þar sem að Guð gefur þér lausn af því hann elskar þig. Af því hann þráir að gefa þér frelsi. Af því hann þráir að fylla lífið þitt af kærleika. Guð ætlar að lækna fólk hérna í innri lækningu og ytri lækningu. Það sem ég langar að tala í kvöld, að mér langar að tala að vera sonur, að vera vinur Guðs. Hvað þýðir það að vera vinur Guðs? Hvað þýðir það að vera sonur Guðs? Er það bara staður sem að Jesús Kristur tók og við eigum ekki möguleika á að komast á? Nei, fjarri ferði. Að vera sonur er að haga sér í öryggi, að lifa í öryggi. Að vera laus við ótta. Takk fyrir Heiða. Yndisleg. Og mér langar að byrja að fara í Lúkas í 3. kafla. Og mér langar aðeins að svona dreipa á orðinu en samt aðalega svona kannski tala út minn vitnisburð gagnvart föðurelskunni. En hérna stendur í 3. kafla í Lúkasi í 21. versi til 22. Er allur líðurinn lét skýrast, var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við, hann gjörði bæn sína, að himinin opnaðist. Við erum alltaf að biðja fyrir opnum himni, en það bara búin að vera opin himin hérna alveg síðan að Jesús gjörði bæn sína áður en hann tók skírnina, þá opnaðist himinin. Og himinin hefur verið opin síðan. Og, amen. Og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni sem sagði: Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég vel þóknun. Og þarna var faðirinn að tala við soninn. Þarna var faðirinn að tala við son sinn, en hann var ekki bara að tala við son sinn, heldur var hann að segja: Sjáðu hann, hérna hann er framkominn, hann er framgengið, þetta er sonur minn. Hann var að lýsa yfir stolti sínu á barni sínu. Hann var að lýsa yfir stoltinu yfir syni sínum og segja líka: Þarna er sá sem mun sigra. Þetta er hann sem mun kaupa, lausa alla menn. Þetta er hann sem mun gefa frelsi fyrir alla menn frá upphafi til enda. Ég frelsaðist. Ég var edrú fyrir rúmum 5 árum síðan og ég man að ég frelsaðist og ég man þegar ég frelsaðist að þá hafði ég verið, áður ég var frelsaðist og hafði ég verið að flytja í neitulyf og ég hafði verið að meiða fólk og láta meiða fólk, ég hafði verið að stjórna alls konar vitleysu og viðbjóði, ég rak hóruhús
og ég var gjörsamlega eins svartur að innan eins og hægt var að vera. Og ég man þegar ég frelsaðist að hvað ég fann að ég var ótrúlega skítur og alltaf þegar ég var að minna mig á lífið mitt hver ég var, að þá hélt ég alltaf áfram í því að reyna að þræla mér út fyrir Guð. Og ég var með samkomur nánast á hverju kvöldi og ef ég var ekki með samkomu þá var ég niður í bæ að segja ykkur frá Jesú og ég vann að því ég bara vissi í hjarta mínu að Guð gat ekki elskað mann eins og mig. En hann myndi kannski horfa til mín ef ég myndi gera nógu mikið. Og ég man eftir því hvað líf mitt var raunverulega bara erfitt. Og hvað ég fann að ég var að brenna gjörsamlega út að innan. Ég man eftir því við héldum bænagöngu og þá var ég nýhættur að selja eiturlyf og Guð talaði til mér og ættum að hafa bænagöngu og ég man að ég talaði þetta út í beinni útsendingu á Omega og svo ég labbaði þarna út og hugsaði bara, Guð minn góður, hvað er að fara að gerast, sko? Hvað er ég búinn að gera? Og ég hafði enga trú á því að Guð gæti notað mann eins og mig. Þess vegna var ég alltaf að reyna að vinna mér inn fyrir elsku Guðs. Ég var alltaf að reyna að vera eitthvað númer til þess að hann myndi kannski einhvern daginn geta fyrirgefið mér og elska mig. Og svona leið mér. Og ég man eftir ég held að það veri í janúar 2007 að þá var mér boðið að fara út til Toronto í kirkju sem heitir Catch the Fire þar og ég fór í 3 vikna skóla þar. Og það var svo magnað að þegar ég kom þarna út það var ég gjörsamlega útbrunnin og ég stæði ekki hérna í dag nema því ég fór þarna á þennan stað. Út af því að ég var alltaf að reyna að vinna mér inn fyrir elsku Guðs. Ég var alltaf að reyna að gera örlítið meira og var alltaf að reyna að byggja upp einhverja borg sjálfur með mínum eigin höndum. Og ég man ég satt fyrir fram að mann, yndislegu maður sem heitir Ed Pjörek og hann var að kenna okkur elsku föðurins. Og ég man ég horfði á hann og svo fór ég að eiga rosalega bara erfitt með mig því ég horfði bara á hann og mér leið bara eins og ég var ástfangin á hann. Og ég hugsaði bara hvað er eiginlega að gerast fyrir mig? Ég vissi ekki hvað var að gerast fyrir mig á þessum tíma. Og hann var að tala það að Guð elskaði okkur eins og við erum og gæti ekki elskað okkur neitt meira heldur hann elskaði okkur akkurat núna. Og ég var búinn að heyra þessa predikun oft áður. Og ég vissi það hérna uppi að Guð elskaði mig. En líf mitt sýndi það ekki að ég vissi að Guð elskaði mig. Af því ég var alltaf að reyna að vinna mér inn fyrir elsku Guðs. Ég var alltaf að reyna að vinna mér inn fyrir því að verða eitthvað og ég var alltaf að reyna að byggja upp eitthvað. Sjálfur. Og ég man þegar ég sat þarna og ég heyrði bara Guð Faðir segja við mig, Baldur, ég elska þig. Og það gerðist eitthvað innra með mér. Ég var þarna úti með Guðbjarti sem er forstöðumaður í kirkjunni hérna og Heiðari sem er forstöðumaður í Samhjálp. Og ég man bara eftir því að það var bara allt í einu þegar ég heyrði þessa setningu þá var logn í hausnum á mér. Og ég bara var. Ég þurfti ekki að segja neitt, ég þurfti ekki að gera neitt og strákarnir spurðu bara hvað eiginlega komið fyrir mig. Ég er svona frekar mikill afslabelgur. En það var bara eitthvað sem gerðist að Guð kom og sagði, Baldur, ég elska þig og það tók sér bólstað í hjarta mínu. Og líf mitt fór að breytast. Hvernig veit ég að Guð sagði ég elska þig? Hvernig hef ég sönnun fyrir því að Guð sagði á þessum tíma, Baldur, ég elska þig? Af því að líf mitt breyttist, af því að ég breyttist. Og það, ég man eftir ég fór eins og upp í háskóla að predika yfir, hvað heitir, heimspekingum. Eitt af skemmtilegasta sem ég hef gert. En veit að það er ekki hægt að rökræða við mig Guð. Því að ég er lifandi sönnun þess að hann lifir í dag.
Ég hef fengið að upplifa það að vera dreginn frá lífi, frá dauða yfir í líf. Það sem að Guð hefur reist mig upp. Þannig að samanskapið frá lífi yfir í dauða, því að dauða holdsins. Og aftur hefur Guð talað inn í líf mitt. Ég elska þig, sonur minn. Ég elska þig, sonur minn. Og að heyra röddina hans, að heyra hann segja, ég elska þig, breytir öllu. Allt í einu fór ég að starfa út frá hvíld. Allt í einu hætti ég að hafa svona miklar áhyggjur af því hvað væru margir í salnum þegar ég var að predika. Í dag að þá myndi ég predika þótt að vera einn, en það samt miklu skemmtilegra að predika að vera margir. En í dag snýst þetta ekki fyrir mig neitt annað en að hlýða því sem Guð segir. Og mér alveg sama hvernig ég lít út þegar ég að því, ef ég bara veit að ég sonur þegar ég að gera það. Ef ég veit það að ég að gera það sem að Guð Faðir hefur beðið mig að gera, að þá ég rólegur og öruggur í því sem ég geri. Ég þarf ekki lengur að vera í öllum störfum, þegar ég var í öllu sko. Ég var bara, þú veist, ég fór í fangelsinn 2 í viku, ég var með samkomu í Keflavík 1 í viku, ég var með samkomu í Reykjavík 2 í viku og svo vorum við með sunnudagssamkomu og svo var ég með innri lækningu og svo var ég var bara í öllu, svo vorum við á laugardögum, gengið í ljósinu, ég var bara frá 9 á mótnana til 12 á kvöldinu, var ég bara upptekinn. Þannig að Guð tók mig og hann bara gjörsamlega sló mig í hausinn. Í 3 mánuði þá gat ég ekki sagt neitt nema amen og halleluja. Ég gat ekki sagt neitt, það var ekki hægt að tala um mig. Ég var bara amen, halleluja, dýr sé Guði, amen. Og ég var gjörsamlega out of it. Og ég hef aldrei fundið svona sterka vímu eins og akkurat á þeim tíma. Ég gjörsamlega vissi ekki í hvort fótinn ég ætti að stíga. Þegar Guð var að koma og taka sér bólstað raunverulega inn í hjarta mínu, gera þessa skurðagerð að hjartanu mínu sem þurfti til þess að breyta mér. Og innri lækningin, hún gjörsamlega, sko það til svo margar tegundir af innri lækningu. Við getum komið hérna og farið til fólks hérna í heila viku þar sem að Guð á við hjörtun okkar, við getum farið út til útlanda og hérna í skóla þar sem að Guð á við hjörtun okkar og allt þetta af hinu góða. En svo líka bara það sem að gerist þegar við komum fram fyrir Guð og við segjum bara, hér ég drottinn. Breyttu mig, rannsakaðu hjarta mitt. Hvað hérna sem stenst ekki þig? Hvað hérna inni drottinn sem þú vilt að breytist? Og Guð mun sýna okkur meira og meira. Sem betur við sýna okkur ekki allt í einu. En ég fór í gegnum þessi innri lækningu og það eitthvað sem maður á að gera raunverulega hverju ári. Því að lífið sífellt að rispa hjartamanns og koma með einhverja nýja ólgusjó, þar sem að maður þarf að læra að sigla skipinu sínu í var. Og varið Faðir okkar á himnum. Varið Faðir okkar himneski sem elskar okkur eins og við erum. En hann elskar okkur samt of mikið til að skilja okkur eftir eins og við erum. Því hann þráir að sjá okkur breytast til þess að við þurfum ekki að láta okkur líða alltaf illa yfir því að við séum alltaf að klessa á sama vegginn. Og það bara hreinum kærleika sem hann talar inn í líf okkar. Þess vegna gaf hann okkur frjálsan vilja. Af því hann vildi leyfa okkur að velja að líkjast sér. Hann vill leyfa okkur að velja að líkjast sér. Við getum tekið bara brunatrygginguna á þetta og játa Jesú Krist með munninum og trúa í hjartanu. Eða þá að við getum farið á þetta ferðalag að kynnast föður okkar himneskum. Og ég líki því svo oft við að því að ég hef gaman að því að veiða og þegar ég var ófrelsaður þá var ég svo laxinn sem út í sjónum. Hætturnar út allt. Allir vilja koma og éta hann og drepa hann en hann siglir og svo sildi ég inn í ána. Og inn í þessa ferskvatnsá sem mynd upp á hinn heilaga anda þegar Faðirinn kyssti mig í fyrsta skipti. Og svo kem ég og í göngunum minn í áttina því hver föður minn
er fullt af fallegum hylum, fullt af góðum stöðum til þess að vera saddur, fullt af fæði. Og það tekur á að fara upp fossana. Það tekur á að fara lengra nær föðurnum, því að því nær sem ég fer föður mínum, því meira sé ég af því sem er innra með mér. Því meira þarf ég að breytast. Því meira þarf ég að gefa Guð að sjálfu mér. Því meira þarf ég að deyja og hann að vaxa. Og við uppsprettun á ánni, þar faðir minn, þar hjarta hans. Þar verði ég fullkomni sonur. Og langar að fara í 1. Jóhannesarbréf 3:1. Sjáið hvílíkan kærleik Faðirinn hefur auðsýnt oss, að við skulum kallast Guðs börn. Og það erum við, heimurinn þekkir oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Hvílíkur kærleikur að vera kallaður Guðs barn. Og hvílíkt vald sem við höfum aðgang að. Hvílíkur kraftur sem við höfum aðgang að fyrir líf okkar og líf annarra, þeir sem eru kring okkur. Og því meira opinberun sem ég fæ það að ég er elskaður af föður mínu, því öruggari verði ég í mínu lífi. Því meiri möguleika á ég á því að geta leitt fleiri til trúar. Því meiri möguleika á ég á því að draumarnir sem Guð hefur sett fyrir fram að mig rætist hraðar. Og ég trúi því að því meira sem við köfum inn á mig, því meira sem við gefum Guði, við getum fengið spámanlegt orð. Það getur verið að tala spámanlegt orðið við og maður bara skilur ekki í því að Guð sé ekki búin að gera þetta strax. Maður bara skilur það ekki. Sumir rætist það 10 árum seinna, þegar þau eru tilbúin. Og því meira sem ég nálgast föður minn, því hraðar að vera ferli, trúi ég. Því meira sem ég gef Guði af mínu lífi, því meira sem ég er tilbúin til að gefa honum. Og veit að ég átti ekki neitt þegar ég kom til hans. Ég átti fulla vasa bara af drullumalli. Og í dag hefur Guð breytt þessu drullumalli í gullplötur sem ég get gefið fólki og leyst fólk. Og hann hefur gefið mér þetta að ég get elska fólk til lífs. Af hverju get ég elska fólk til lífs? Af því ég veit hvernig það er að liggja. Af því ég veit hvernig það er að liggja niður í hjálparlaus, hjálparvana og vilja bara taka sitt eigið líf og eiga enga von. Ég þekki það að eiga enga von. Af því ég hef verið svo ofta stað. Frá því ég var 15 ára og þá getur ég byrjað að nota eiturlyf daglega. Að þá langaði mér alltaf, frá ég var 13-14 ára, þá getur ég byrjað að nota eiturlyf daglega, þá langaði mér á hverjum degi til að svipta mig lífi. Ég hafði ekki kjarkinn í það. Og ég reyndi aftur og aftur og aftur. Ég þekki kvíðan og ég þekki óttan. En ég þekki frelsið og ég þekki lausnina. Og það er Jesús Kristur sem lifir í dag. Og hann hefur gefið frelsi og lausn og lækningu. Við verðum bara að segja já takk. Og það er kærleikur að fá að kallast Guðs börn. Og þegar Faðirinn sagði, ég elska þig, þá breyttist ótrúlega mikið í mínu lífi. Og það er svo mikill munur á að fá að vera öruggur. Ég sem var með svo mikinn kvíða þegar ég frelsaði, alltaf þegar ég var einn, þá bara var ég skítræddur. Og ég bara vissi ekki eins og við hvað ég var hræddur. Kvíðinn átti hjarta mitt. Og fyrstu 3 árin af heterómennskunum minni, þá náði óvinnurinn mér oft svona með því að setja kvíða. En það fór alltaf að vera lengur og lengur á milli. Ég fór alltaf að vera öruggari og öruggari og öruggari. Og í dag hef ég ekki lent í þessu mjög lengi. Fyrsta Jónasarbréf 4. kapli 7-12. Þér elskaðir elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði kominn. Og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Veit það, ég vissi ekki hvað elska var fyrir en ég kynntist Jesú Kristi. Ég hélt ég vissi hvað elska væri. En það hékk, ef maður þorir að skoða sjálfan sig, þá hékk alltaf eitthvað á spýtunni.
hvað var ég að fá? Hvað var ég að fá út úr þessu? Það var bara alltaf eitthvað sem ég ekki á spýtunni. Þangað að Jesús elskaði mig og ég fekk að upplifa hvað það að elska fólk án skilyrða. Að geta elska fólk án skilyrða. Sama hvernig það kemur fram, sama hvað það gerir, að geta bara elska það. Af því að ég elskaður. Af því ég fengið að upplifa elsku Guðs og þá ég fengið að gefa hann áfram. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor, að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að við skildum lifa fyrir hann. Því að hann gaf sitt líf, þá munum við lifa. Því að hann dó á krossi, þá bara lagði hann veginn. Hann bara lagði veginn fyrir okkur hinnar kindurnar að labba. Hafi ekki séð svona kindastígi? Hann lagði veginn og eina sem við þurfum að gera að labba í áttina að föðurnum. Hann reif fortjaldi niður til þess að við getum átt þennan aðgang. Þetta kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir vorar. Ímyndaðu, hann elskaði þig svo mikið að hann fórnaði sín megin sinn til þess að þú getur átt aðgang á honum. Þá gaf hann sinn eigin son til þess að þú getur átt aðgang á honum. Svo gengur maður og haga sér eins og maður sé ekki elskaður. Maður reynir að vinna sér inn fyrir kærleika Krists. Maður reynir að berjast fyrir því sem löngu gefið. Maður reynir að hrifsa það til sín sem stendur fyrir framan mann. Og það gefist og það frítt. En maður stendur og reynir að berjast fyrir því. Og maður svo upptekinn að því að berjast fyrir því. Maður gengur ekki að gnækta borðið drottins. Og ég þekki þessa stöðu svo vel. Að standa í baráttunni þegar sigurinn unnin. Valdið brotið. Ég með góða fréttir, dauðinn sigraður. Það sigur í húsi Guðs. Það lausn í húsi Guðs. Það gleði í húsi Guðs. Af því að hann hefur sigrað. Og það sigur dagur í dag. Og við megum gleðjast. Því að Guð hefur sigrað. Þér elskaði fyrst Guð hefur svo elskað oss, þá ber einnig oss að elska hver annan. Þá ber einnig oss. Hann ekki að segja, viltu þá ekki elska bróðin líka? Nei. Hann bara að segja, við eigum að elska. Og þess kannski sem hafa ekki komið inn áður, það taka allir svo vel á móti mér, það er svo mikil kærleikur, það er svo mikil elska. Það bara því að við hlustum á það sem Guð sagði okkur að gera. Að við erum bara að hlýða því sem hann sagði að við eigum að gera. Og það er bara að skylda því okkur ber að elska hvert annað. Því að við höfum upplifað þess að elsku og við getum ekki. Við getum ekki annað en gefa hann áfram. Og þegar hún fer að flæða hérna inn og til hinna, að þá fær maður líka svo mikið sjálfur. Það maður fær að upplifa bara þegar Guð hellir elsku sinni í gegnum hann og inn í einstaklingi fyrir framan mann og maður verður drukkinn. Eru alkoholistar hérna inni eða? Halleluja. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Ef við elskum hver annan þá Guð stöðugur í oss og kærleikur hans fullkomnaður í oss. Við höfum að elska hvert annað, systkini. Við höfum að elska hvert annað. Og það elskan sem á að vera bensínið á bátinn okkar. Það elskan sem á að keyra okkur áfram. Ekki það að berjast fyrir henni, heldur að eiga hann í hjartanu, að skilja að Faðirinn elskar mig. Og ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur því að hann elskar mig. Pabbi elskar mig. Og þetta pabbi minn, hann á allt og getur gert hvað sem
Og ég þarf ekki að óttast neitt. Ég þarf ekki að óttast neitt. Ég þarf ekki að kvíða neinu. Ég get verið glaður og vitað og vonað á það að allt fari vel í endan. Ég er búinn að horfa framan í hluti sem að ég held að ég myndi aldrei komast í gegnum. Ég er búinn að bera systir mína litlu í gröfina. Ég er búinn að horfa á ölduhæð sem hefur verið svo há að ég hef ekki séð í gegnum hana. En eitt hef ég gert, sama á hvaða stað ég hef verið, að ég hef lyft upp höndunum og ég hef sagt, Guð, ég skil þig ekki núna, en ég lofa þig samt. Ég elska þig samt og ég ætla samt að halda áfram að elska þig. Og það er ekkert sem getur stolið því frá mér. Af því ég veit hvar ég var og ég vil ekki fara þangað aftur. Ég veit hvaðan ég er að koma og ég vil ekki sjá að fara þangað aftur. Ég veit hvaðan ég var að koma. Það sem ég lifði í helvíti á jörðu. Það sem ég lifði gjörsamlega í helvíti. Það sem ég var uppfullur af ótta og kvíða og ég var keyrður áfram af hatri. Systkini, elskum hvert annað. Breytum þessu landi. Breytum þessu landi með elsku, með kærleika. Látum okkur ekki vera sama náungan. Látum okkur ekki vera sama þann sem týndur. Og gerum það ekki með því skilyrði að fólk taki við Jesú Kristi. Gerum það ekki með því skilyrði að fólk komi með okkur á samkomu. Heldur bara elskum fólk. Það er ekki sagt við eigum að elska hvert annað ef fólk játar Jesú. Það er ekki, við eigum ekki að segja að við eigum að elska hvert annað og ferða til boðorðunum. Nei, okkur ber bara að elska. Okkur ber að elska. Nú okkar að halda áfram frá 15. versi. Hver sem játar að Jesús sé Guðs sonur, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Á eftir bjóðum við upp á það að þú getur játað að Jesús sé drottinn og þá mun þetta gerast. Guð mun vera stöðugur í þér. Og veit að besta sem að ég hef gert þegar ég er að fara í gegnum erfiða tíma þegar ég er að nálgast Guðs, þá er það bara þessi setning: Drottinn Jesús Kristur. Þú fallegi sonur Guðs, miskunnaðu mér, þínum elskaða syni. Og aftur hef ég sagt þessa setningu og ég hef fundið hvernig dýrð Guðs hefur fyllt mig, hvernig dýrð Guðs og hvernig friður Guðs hefur komið inn í aðstæður mínar. Bara því ég játa hann og þá er hann stöðugur. Við þekkum kærleikann sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöður í kærleikanum er stöður í Guði og Guð er stöður í honum. Er eitthvað sem vill að Guð veri stöðugur í sér, þá þurfum við bara að lifa í þessum kærleika og það er bara æfing og við eigum að gera fullt af mistökum. Þá þurfum við bara að standa upp og halda áfram að elska, ekki gefast upp, elska, vera slegin utanundir fyrir, veit það, og við eigum eftir að vera slegin utanundir fyrir að elska og þá eftir að vera brotið á okkur fyrir að elska. En við verðum að halda áfram og gefast ekki upp. Með því er kærleikurinn orðinn fullkominn hjá oss að við höfum djörfung á degi dómsins. Þegar við erum í þessum heimi eins og hann er. Og vitið það að þegar elska Guðs fyrir að fylla hjartamanns þá fyrir maður að fá djörfung til Guðs. Þá fyrir maður að hafa djörfung og maður fyrir að biðja í djörfung og maður fyrir að tala með djörfung. Af því að maður veit að maður er elskaður. Að maður veit að þessi kærleikur er með manni. Maður veit að hann sleppir ekki hendina af manni. Ég man eftir því þegar ég var í Toronto í eitt annað skipti að þá breyttist rosalega mikið í mínu lífi þegar ég var bara að hlaupa upp stigann á heimavistinni og var að fara upp á herbyggi þegar allt í einu Guð sagði bara við mig: Baldur, mér líkar vel við þig. Og ég fekk bara svona hálfgert sjokk. Jú, ok, ég vissi Guð elskar mig, hann þarf að elska mig, hann elskar alla.
Það er bara biblíulegt. Hann verður að elska alla. Það stendur í biblíunni. En hann líkaði vel við mig. Hann er vinur minn. Hann vill vera vinur minn. Hann vill eyða tíma með mér. Hann vill láta draumana mína rætast. Ímyndið ykkur, fyrir 5 árum var ég fyrir 6,5 ári, 7 árum, að þá var ég í fangelsi fyrir að hafa orðið manna bana. Ég var svo svartur að, þú veist, var settur á áfengisskilyrði eins og ég var svo hneykslaður að Bjarni Bakkus var ekki settur á áfengisskilyrði en ég var settur. Ég var gjörsamlega týndur. Í dag á ég yndislega fjölskyldu, yndislega unnustu, yndislega 2 stráka. Ég er vel liðinn í vinnu og ég er hálaunuðu starfi og ég er í fullu háskólanámi. Ég sem gat ekki einu sinni vakna á morgnana. Veit að Guð er ekkert megn. Þú kannski horfir á draumana en hugsaðir að geta þetta aldrei. Nei, þú getur þetta aldrei en Guð getur látið þetta rætast. Það var draumandi mínir breyst á leiðinni, vissulega, helling. En Guð hefur aftur og aftur leitt mig í sannleikanum sjálfa mig, í sannleikanum hver hann er og ég fengi opinberanir eftir opinberan. Og ótti er ekki elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttinn felur í sér hegningu. Til hvers er óttinn kominn? Vitið það að ég man ekki hvar ég sá hana fyrirlestur en það var grjót í fyrirlestrinum sem var búið að brjóta rúðu og svo voru teiknaðar svona á þetta grjót voru teiknaðar allar slæmar tilfinningar sem maðurinn getur upplifað. Og veitu hvað grjótið var? Það var ótti. Ótti er undirrót allra slæmra tilfinninga sem hún getur upplifað. Bara ótti er undirrót og þú sem hugsa kannski, hvað getur það verið? Veitu að ótti er undirrót allra slæmra tilfinninga. Öllu slæmu sem hún getur upplifað. En fullkomin elska rekur út óttann. Því að óttinn felur í sér hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Er ég að segja maður að verða aldrei óttaslegin? Nei, ég er að segja maður að læra að díla við óttann. Maður lærir að segja hann að fara. Maður lærir að segja hann að þú ert ekki velkomin hérna í mínu húsi lengur. Þú áttir ekki bústað hérna lengur. Út með þig. Þú ert ekki partur af mínu lífi lengur. Því ég veit hver sannleikurinn er. Ég veit hver Kristur er í mér. Ég veit ég er sigurvegari. Ég veit ég get allt fyrir hjálp hans er mig styrkan gjörið. Og það er ekkert nema eitt eða neitt. Það er bara allt. Við elskum því hann elskaði oss af fyrra bragði. Ef einhver segir ég elsk... Halleluja. Veitu það... Pabbi vill taka kvíðan af ykkur í kvöld. Hann vill taka sér bústað djúpt inn í hjartan ykkar. Hann vill gefa ykkur hennan rétt til að segja Abba faðir. Veitu það, Abba... Þú veist, það er alltaf talað um Guð sem faðir. Ef við skoðum bara Jónas og Guðspjall og bara Guðspjallinn og það er alltaf talað um Guð sem faðir. Í Rómarbréfinu er talað um Abba. Og veitu að Abba er miklu persónulega heldur en faðir. Það er svona eins og litlir gyðingastrákar notuðu til þess að kalla á pappa sinn. Og þetta er bara svona eins og þegar sonur minn kemur hlaupandi til mín og segir pabbi, pabbi, pabbi. Og það er þannig sem faðirinn vill hafa áhorf um hann. Hann vill vera pabbi. En vilt þú vera sonur eða dóttir? Vilt þú vera sonur eða dóttir? Vilt þú leyfa honum að vera pabbi? Því það er bara hans eðli. Og ég er búinn að vera... Ég fattaði um daginn að ég fekk meira öryggi og meiri elsku og meiri
vegg nýja opinberun. Ég fattaði ekki fyrir eftir á. Ég var heima hjá bróður minn sem situr hana, hann er yndislegur, og við vorum að spila FIFA og hann vann mig í FIFA og ég hætti síðan bara að spila og lagði mig og svo fór ég bara heim og svo var ég að spila Scrabble við vinkuna mína í símanum og hún vann mig og ég fann ekkert lengur eitthvað svona, ég verður svo mikil keppnismaður, það er alltaf að sigra og yfirleitt ef að bróður minn vann mig í FIFA þá þurfti ég að sigra hann alveg, sigra hann í nokkrum leikjum, annars gat ég ekki fara heim. Af því ég var svo ótrúlega óöruggur. Ég gat aldrei tekið þátt í neinu nema ég væri bestur í því. Og vitið þið hvað líf mitt er mikið léttara núna? Nú get ég bara tekið þátt á þess að þurfa að sigra. Og þetta er bara opinberun sem Guð gaf mér. Þetta er bara sigur sem Guð fæddi fram í lífi mínu af því ég hélt áfram að labba í áttina á honum. Ég fór ekki í þetta skipti gegnum innri lækningu. Ég var ekki liggjandi á hnjánum í einhvern tíma, heldur átti bara þetta samfélag við pabba minn á himnum. Og hann fjallaði þetta bara. Vitið að ég þarf ekki lengur að keppast fyrir mínu, að berjast fyrir mínu. Það er búið að berjast fyrir mínu fyrir löngu síðan. Það er búið að sigra það. Það er sigurinn var unnin fyrir 2000 árum síðan. Eina sem ég þarf að gera er að labba að nektarborði Drottins og taka af ávöxtunum og borða og gefa áfram af því sem mér hefur verið gefið. Skulum lúta höfði. Faðir minn, þakka þér fyrir gleðina smurningu sem er hér í dag. Ég bið að fylla salinn núna, svo mikilli gleði, Drottinn. Ég bið bara gjörsamlega að fylla salinn af gleðina smurningu, Faðir. Höfði, sískinni. Gefum Guði smá tíma. Gefum Guði tíma til þess að eiga við hjörtun okkar. Gefum Guði tíma til þess að skoða hjartað okkar.